Bandaríkin eins og við höfum, þú veist, holt og bolt þekkt þau og verið í nánu samstarfi við í heila mannsævi. Sá tími ekki að koma aftur í óbreyttri mynd og það bara eitthvað sem að fólk verður bara að gjöra svo vel að melta, meðtaka og máta nýjan veruleika við. Þá haldinn mjög leynilegu fundur evrópska leiðtoga meðal annars að frumkvæði Frakklandsforsta og Frakklandsforsti heldur því fram á þessum fundi að það sé beinlínis áhætta, bara öryggisleg áhætta að vera svona háð Bandaríkjunum og vatnaskilin í hverju felast þau. Því haldið fram í þessum skrifum að það hafi eftir þetta ekki verið spurning hvort, heldur bara hversu hratt evrópsk ríki mundu vinna að því að auka sjálfstæði sitt og svona óhæði gagnvart Bandaríkjunum. Sem að mér finnst við hafa svolítið gert að svona fara að normalisera hluti og jafnvel flokka hluti sem einhvern veginn fjölþáttaógn sem í mínum huga bara við hernaði Góðan dag og velkomin á Flegaskil. Ég heiti Dagur B. Eggertsson. Ég heiti Þórdís Kolbrún Reykjur Gylfadóttir. Og við ætlum að fjalla kannski ekki beinlínis eftirköst NATO-fundarins, því að þau hafa ekki verið mikil. Nei, en það hafa verið dálítið svona mismunandi útleggingar. Við ætlum að fara aðeins dýpra í greinar sem við nefndum í síðasta þætti Grænland og svona dálítið merkileg fréttaskrif sem að hafa verið í raun þetta samband Bandaríkin og Evrópu eiginlega bara allt síðasta ár. En kannski aðeins varðandi fundin í Ankara sem að var eins og í fyrra mjög stuttur. Já, það var mjög stuttur til þess að hið ósagða að það til þess að minnka bara líkurnar á eitthvað komið upp á fundinum. Og það sem að svona blasti við var að það fór ekki allt upp í loft þó að benti ýmislegt til þess í aðdraganda fundarins með við yfirlýsingar Trump óánægju sína með NATO, óánægjuna með evrópska bandamenn. Hann tók aftur upp málefni Grænlands og svo framvegis eins og við nefndum í síðasta þætti en það kom sameiginleg yfirlýsing og Úkraína var þarna viðstödd og Zelenský og bara gert hátt undir höfði, þannig að það fór vel á með Zelenský og Trump. Já, það Trump virtist bara kattsáttur með við hliðin á akkurat og Zelenský var bara aðal stjarnan á hergagna framleiðenda hlutanum sem var í fyrsta skipti svona hliðaviðburður og við vorum með fulltrúa þar, gaman að segja fyrir því. Já, Ísland var mætt til þess að fylgjast með og Hefurðu heyrt, ég bara hef ekki kannað eða spurt, þetta hugsað sem árlegt? Það nefnilega það sem ég ætla að fara að nefna að svo fóru að birtast greinar sem lögðu dálítið mikið út frá því að í loka setningunni í ályktun fundarins iðulega sagt bara eins og Eurovision svo sjáumst við þarna að ári og það hafði verið gengið frá því í fyrra að næsti fundur yrði í Albaníu í Tirana en þessa setningu vantaði ekki alveg, heldur bara það var bara talað fund Tirana var ekki nefnt og það fór að koma fréttir það að leið og allir svona vörpuðu öndinni léttar að þá væri hugmyndin svo að næsti leiðtogafundur NATO yrði ekki fyrir en eftir að Trump hættur sem Bandaríkjaforseti. Já. Og þá einhvern veginn spyr maður sig, en þetta ekki árlegt? En það virðist ekki vera, það var svona Jens Stoltenberg sem að svona kom því í kring að leiðtogar NATO hittust árlega vegna þess að það væri bara þörf á því út af Úkraínu og ýmsu öðru. Já, hann var áður, hann hefur ekki alltaf verið árlegur. Nei, nefnilega, hann hefur verið óreglugur og jafnvel á bara 3 til 5 ára fresta eftir því sem þörf hefur krafið. Þannig að það gæti bara stemt í það að það erði nokkur bið eftir næsta leiðtogafundi NATO. Já. Sem kannski
eitt og sér segir eitthvað og ég svo sem ekki vissum að það sé skynsamlegt því að jafnvel þó að það sé svona spennu og gangi eitthvað á að þá skipti mála ná fólki saman og einhvern veginn þétta raðirnar sérstaklega þegar yfirlýsingarnar eru eins og þar hafa verið en mér fannst allavega athyglisvert að einn af þeim svona alþjóðlegu fjölmiðlum sem mér finnst skrifa af mestum svona áhuga á þekking og innsýn í varnarmálin og það sem að gera svona í pólitíkinni það Wall Street Journal og þau voru að birta í síðustu viku svona nokkrar greinar þar sem þau hafa greinlega verið að vinna mjög lengi í að tala við bæði forystumenn Evrópu þjóða alls konar sérfræðinga og fólk af vettvangi og í raun rekja ekki bara möguleikan heldur segja þau bara hvernig þessi sundrung varð milli Bandaríkjanna og Evrópu og þetta er svona meðalans gert í ákveðinu svona bara tímalínu þar sem þeir rekja að leiðtogafundurinn sem var fyrir ári í Haag og þóttist hefnast vel þá hafði verið gríðalegt svona umrót alveg frá því að Trump tók við og miklar yfirlýsingar að hann hafi honum lauk sem með þessum vilyrðum stórhækku framlög Evrópu og Kanada en svo það í raun rakið hvernig einhvern veginn Trump steig fram án nokkuð samráðs við Evrópu kallaði til Alaska fundar í ágúst með Putin og evrópskum leiðtogum og rann kalt vatnmilli skins og hörunds og þá fór að berast fregnir af því að það sem væri í farvatninu væri raun svona viðskipta samningur þar sem að einhverjir hákallar og bandarísku atvinnu og efnahagslífi væri að fara að ná stórum samningum í Rússlandi í tengslum við endalok Úkraínustríðsins. Manni finnst það bara eins og þessi ár og dagar síðan sem fréttir voru en þessi fundur var haldinn og ekki dróð það úr svona áhyggjunum þannig að því líst þarna hvernig sko evrópski leiðtogar og kannski undir forystu Macron Frakklandsforseta ákveða að fara sem hópur til Washington og tala við Trump eiginlega að svona með smjaðri eins og það orðað og það virðist ganga Trump ánæður og fer til Fox and Friends og segir að evrópski leiðtogar séu nú fínir og vinir sínir og svo framvegis en þú veist, þetta er eiginlega svona nefnbar sem dæmi þessa tilraun eða þessa aðferð til þess að halda Trump góðum að svona hrósunum og svo það bara svo því líst hvernig einhvern nýtt ár gengur í garð. Já, þetta var 2025 lína. Já, hún var og svo þessi. Bara springu Grænland út enn og aftur og þeir telja sig að hafa heimildir fyrir því að það hefur verið tiltekið kvöldverður á Mar-a-Lago sem þar sem að Trump býr í Flórida og þar hafi Steve Miller sem ein hans hægri hönd og konan hans verið og Trump á að hafa sagt ég vildi hefði meiri tíma þá myndi ég gera eitthvað í Grænlandi og umræðan spannst þannig að eiginkona Miller birtir mynd af Grænlandi með bandaríska farunum og segir soon og kona Katie Miller og og þarna sko virðist þetta einhvern veginn svolítið renna upp í kjölfarið fyrir Evrópa þeir fóru að fá fréttir af því sem þarna var og við hefum nú talað stundum það þegar að danski herinn fer til Grænlands með blóð og sprengiefni Frakkar senda 15, ekki meira en 15 þó svona fjallahermenn sem eru sér þjálfaðir til þess að vinna við sérstakar aðstæður og aðra þjóðir aðra hermenn en það sem eru þetta
bara svo ótrúlega sérstætt og maður kennst ekki ennþá yfir að þau voru að undirbúa mögulegan hernað eða verjast Bandaríkjamönnum. Og eins og segir í greininu sem við nefndum hérna síðast, sem nú með ólíka fyrirsögn í netútgáfu og prentútgáfu, en skrifið af Ben Taub sem við nefndum að hafi verið hérna í Reykjavík daginn. Og úr New Yorker. The New Yorker og skrifuð 15. júní á netinu og 22. júní það ekki í tímaritinu. Akkurat. Og við mælumst eindreið með því að fólk lesi þá greina, því það eiginlega hver einasta málsgrein finnst mér vera efni í samtal, sko. En að þú nefnir með hérna Danmörk, að þá sem sagt, segir hér að bæði Danmörk og 7 önnur Evrópuríki hafi farið þarna með mannskap og Danir hafi verið með live ammunition og explosive og búin undir það að sprengja upp flugbrautir á Grænlandi til þess að hægja á mögulegri innrás. Og þeir voru með, eins og þú nefnir, blóð, ef að það yrðu ykkur casualties, hvað segir maður? Já, eða myndi ykkur í særast. Já. Og voru sko að operata undir bara order í rauninni eða skipun að sko skjóta á hvern þann tilvíðankendum hætti hver það sem ætlaði að ráðast á Grænland, og þetta svona eitthvað til þess að því það mjög svona, sumir hafa svona aðeins gert lítið úr þessu og já, þú veist, Bandaríkjaforseti setur ýmislegt á X og hann setur ýmislegt á Truth Social og hann margt í mörgu og þú veist, hann ófyrirsjáanlegur og hann stundum með smá svona. Já, ég held að það verður bara ekki hægt að líta fram með því að þetta allt saman og þessar lýsingar í þessari grein undirstrika hvað í raun... Hvað skipulagt? Já, lykilþjóðir Evrópu tóku þetta alvarlega. Algjörlega. Og ekki bara það er ákveða að í raun senda hermenn til Grænlands ef eitthvað myndi gerast og þá þau auðvitað að segja að það það allt vitlaust ef það eru svona hermenn komin í einhvern veginn bein átök við Bandaríkin frá 8 Evrópuþjóðum. Ef þú ert að undirbúa það að sprengja flugbrautir, þú flytur mannsblóð og þú ert með skipunum að skjóta ef einhver kemur, þú veist, þá það ekki planum að setja út færslu á X og segja we strongly condemn. Þú veist, við höfum djúpar miklar áhyggjur af þessu, sko. Þetta, þú veist, þannig að það svo augljóst hversu alvarleg staðan var og hvað fólk var raunverulega að búa sig undir og hvað það var tilbúið að gera. Þú veist, ef á reyndi sem betur fyrir gerist ekki, en við höfum marg nefnt hér að þú veist, því máli ekki lokið, eins og hann svo sem viðrar þarna aftur í aðdraganda leiðtogafundurins. Já, en það sem slær mig í þessari grein fyrir utan þessar lýsingar sem maður hafði fengið fréttir af að hann ekki að lýsa einhverju svona samfélagsmiðla fyrirbæri sem einhver áhuga á Grænlandi með einhverju svona myndum frá eiginkonum nánustu ráðgjafa forsetans, heldur hann að lýsa bara mjög mikilli og ídalegri vinnu inn í bandarísku stjórnkerfi alveg frá fyrra kjörtímabili Trump. Þar sem eru sett inn í vinnuhópar. Ekki eins og bara ykkur hugvita. Nei, vinnuhópar með aðkomu margar ráðuneyta sem eiga að skoða mismunandi leiðir. Þarna John Bolton sem við höfum reyndar hittum í Washington í fyrra. Þarna hann þjóðaröryggisráðgjafi ef ég man rétt og hann að reyna einhvern veginn svona kveða þetta niður en bara tekst ekki. Það bara það ríkur vilji til þess að vinna að því að finna leiðir til þess að Grænland verði hluta Bandaríkjunum að það bara heilmikill kraftur í því. Þannig alveg surrealíska lýsingar á því að flísalagningamæður sem trumpisti í Grænlandi bara komin inn á annarkvæmt fund hjá makarhefingun í Bandaríkjunum og það sem bara kerfisbundu verið að bjóða grænlendingum sem eru til í það, til Bandaríkjana, til þess að... Við nefndum nú einhvern tímann hérna fyrir tölvöld löngu síðan,
þegar að hann Trump Jr. var mættastur til Grænlands. Já. Sá sem var í fljótunum í síðustu viku. Nei, var það ekki tengdasonurinn? Jú, og Ivanka. Já, Ivanka, já. Það sem að það var, ég held ég hafi nefnt það hérna, en allavega ég heyrði að hann hafi verið mættur þarna og farið út að borða með einhverjum hópi af grænlendingum og hann hafi svo bara tekið upp tólið og hringt í Donald Trump og sett hann bara speaker. Það sem að, þú veist, það var verið að svona slá sig og ræða þetta og þetta einhvern veginn eins og svona efni úr kvikmynd sem að ég veit ekki alveg hvað einhvern fengi, sko. En bara... Það smá Fargo, stemning yfir þessu. En sko, ég verða viðkynna þó ég fylgist dálítið vel með að mér fannst einhvern veginn grænlandsmáli vera svona einhver ný áhersla þó að þetta hefði eitthvað verið nefnt. Ég áttaði mig ekki á hvað þetta hefði verið mikið og kerfisbundið og hvað þessi skref eins og að opna aftur konsulatið á Grænlandi og svona, þetta í raun svolítið dramatískara í þessu heildarsamingi heldur en maður áttaði sá. Og líka það segir nú líka í þessari grein sko, þú veist, þegar að forsætisráðherra Grænlands, Jens Frederik Nielsen segir sko við veljum NATO, þú veist, við veljum konungsveldi Danmörk, við veljum Evrópusambandið, að þá var Trump spurður seinna þann dag þessa athugasemd hans eða þessu orð hans og hann svarar og segir ég veit ekki hver hann ég veit ekki hann en það verður stórt vandamál fyrir hann þessi orð hans og þessi nálgun. En ég ætla að leyfa þér að halda áfram með En okkur nefnir hann Evrópusambandið? Já, væntanlega sko, það náttúrulega liggur ennþá allavega ekkert opinberlega formlega fyrir að Grænland sé að hugsa að sækja aðild að Evrópusambandinu sem að örugglega samt eitthvað sem hefur verið rættar sko, eða ég veit það ekki, ég bara ímynda mér að það hafi verið þannig en það þarna verið að segja auðvitað, ég meina þetta styður það að þegar að allt þetta komi upp og þá voru þetta það fyrsta sem að forsætisráðherra Danmerkur, Mette Frederiksen gerði, var að fara í allar helstu höfuborgir Evrópusambandsríkja til þess að afla stuðnings og tryggja sig að hún væri með raunverulegt backup, hún væri hluti af miklu stærri og sterkari heild heldur en bara konungsveldi Danmörk. Þannig að þetta auðvitað að vísa í það, við veljum NATO, við veljum konungsveldi, við veljum Evrópusambandið, þú veist, við erum ekki að velja Bandaríkin og þarna verðum að líka minna sá eins og við höfum svo sem kannski ekkert nefnt sko, að það ekki eins og samskipti Danmerkur og Grænlands, þú veist, hafi alltaf verið upp á sitt besta, þannig að það er alveg afstaða og ákvörðun fyrir Grænland á þessari svona ögur stundu að segja svona skýrt, þú veist, þrátt fyrir alls konar að þá þegar ef þessu stilt upp svona þá veljum við tilheyrum konungsveldinu Danmörku, við erum okkar sín á að verða sjálfstætt ríki en við veljum konungsveldi Danmörku og við veljum Evrópusambandið og við veljum NATO. Þannig að þetta er mjög þú veist, þetta er setning sem mun fari í sögubækur sko, held ég. Já, og auðvitað má segja að svona kannski hlið sem maður hafði ekki oft hugsað var að Evrópusambandið hafi kristallast þarna þegar í kjölfar þessa þessi 8 ríki mæta á svæðið að þá hótar Trump 7 þeirra, öllunum með okkur reyndar tollum og Evrópusambandið stígur fram á móti og segir Já, þú verðast á eitt okkar það varst að Já, og þá mætum við því að fullri hörku öll Já, akkurat sko og ef við víkjum aðeins aftur að Wall Street Journal greinni að þá gera þau svolítið mikið úr þessum sko vendipunkti sem var ræða sem við rætt hér í hlaðvarpinu, ræða Mark Carney í Davos þar sem að hann talar ekki bara að alþjóðakerfið sé breytt, heldur að hafi orðið algjörð rof í því og
þau tilgreina, þú veist, svolítið eins og þegar Mette fór frekar en að svara Trump til Parísar og London og Berlínar að fyrsta opinbera heimsókn Mark Carney var ekki til Bandaríkjanna eins og hefði fyrir, heldur til Parísar og þar munan með að við þessi skrif hafa verið að tala mikilvægi svona aukins sjálfstæðis Evrópu og samstöðu gagnvart þessu umróti og það því haldið til haga sko að komment Trump á ræðu Carney var að Mark Carney væri ungrateful, hann væri ekki nægilega þakklátur en það sem hefur ekki komið fram hingað til að sko daginn eftir að þessi ræða haldin að þá haldin mjög leynilegu fundur evrópska leiðtoga meðal annars að frumkvæði Frakklandsforseta þar sem að þau hittast í 5 klukkustundir, lýsingin eins og þetta hafi verið hálfgeð þerapía, það voru bara eitthvað neina allir að tala og Frakklandsforseti heldur því fram á þessum fundu að það sé beinni sko áhætta, bara öryggisleg áhætta að vera svona háð Bandaríkjunum eins og Evrópa væri á bara fjölmörgu sviðum, ekki bara hernaðarlega heldur líka varandi skýjalausnir, varandi hugbúnað, varandi bara mjög margt. Aðrir notuðu þau orðað að Evrópa vera að koma fram eins og nokkuð skona þrælar og fjölmargir muni hafa tekið upp sko orð sem að Mark Carney hafði í þessari ræðu og vatnaskilin í hverju felast þau að því haldið fram í þessum skrifum að það hafi eftir þetta ekki verið spurning hvort, heldur bara hversu hratt evrópsk ríki mundu vinna að því að auka sjálfstæði sitt og svona óhæði gagnvart hérna Bandaríkjunum og svo eru bara nefnt fjölmörg dæmi um hluti sem að hafa farið í gang allt frá því að vilja ekki nota sko tölvulausnir og samskiptaforrit sem að eru bandarísk yfir í alls konar aðra hluti og raunar sko hafa sumir kannski fundið að því eða haft orð á því allavega eftir hennar NATO-fund að hann hafi ekki verið nógu skýr hvað varðar eitthvað svona plan Evrópu hvernig Evrópa ætlar að vera öðlast svona meiri sjálfstæða stöðu innan NATO. Ég segi þó fyrir svona ég veit ekki hversu skynsamlegt það hefði verið. Varnarmálaráðherra Þýskalands tjáðu þess að þörf í fyrra, alveg skýrt að það þyrfti að gera slík plön. Það að örugglega einhverju leiti verið að vinna þau bara undir hatti NATO. Það að vinna með sviðsmyndir eins og gjarnan gert en það ekki þetta að horfa fram á því að svona Íran stríði núna og það að evrópsk ríki dróa alveg línu í sandinn að þau ætla ekki að láta draga sig inn í það að það auðvitað bætti ekki samskipti Bandaríkjanna og Evrópu. Nei. En Evrópa var kannski einhvern veginn svolítið komin lengra þegar það skall á þannig að sem skýri kannski svolítið önnur viðbröð heldur en á fundunum eftir Alaska fundunum með Putin. Allt annar holning á viðbröðunum myndi ég vilja segja. Algjörlega. Nei og þú nefnir hérna svona kannski aðeins út fyrir efnið sko en að þú nefnir hversu háð Evrópa Bandaríkjunum ekki bara hernaðarlega heldur líka þegar kemur þessu svona stafræna sjálfstæði okkar og þá vildi ég nú bara hafa sagt að hér að þú veist við hér á Íslandi þurfum nú aldeilis að huga að því sko. Það eitt af mörgum atriðum á verkefnalista íslenskra stjórnvalda og skástrygg bara atvinnulífs á Íslandi að huga að því þú veist hver raunverulegur viðnámsþróttur okkar annars vegar þegar kemur að bara mögulegum skemmdaverkum þú veist á bara köplum eða skilur bara ef það rofna samband hvað gerum við þá og hversu lengi og svona það sé skipulega á því og við aukum einhvern viðnámsþrótt okkar þar og hins vegar síðan að
dæmi þar sem að ég hef kannski nefnt að þegar að Microsoft einfallega lokaði á tölvupósta starfsfólks hjá ICC Alþjóðaglæpadómstólnum í Haag þegar að í kjölfar þess að Bandaríkja stjórn vildi refsa dómstólum fyrir vinnu sína og ákvarðanir gagnvart Ísrael og forsætisráðherra Ísrael og annarra þar og ég held að það sé svona mjög konkrétt dæmi þar sem að við þurfum að hugsa herðubítu hvað, þú veist, í hvað stöðu viljum við vera og þetta mál sem að Evrópa með nokkuð ofarlega á sínum lista og mörg ríki sem eru að svona aðeins að endurskoða það og dreifa áhættu og bara einfallega breyta varandi við hverja það eiga viðskipti og hverjum þau eru háð og það eitthvað sem að við hér á Íslandi þurfum mjög að gera. Ég sendi nú fyrirspurn rétt árun að ég hætti á þingi á alla ráðherra til þess að bara spyrja, þú veist, bæði ráðuneyti og stofnanir, þú veist, hvar geymum við þetta, hvernig, þú veist, og einhver stefna, eru við og það svona kemur ljósa, þú veist, við höfum þarna verk að vinna og þetta mjög mikið rætt, sérstaklega, þú veist, í Evrópu og það eru alls konar lausnir til sem að meira þess að sumar hverjar eru ekki dýrari ef að menn vilja setja vermið á þetta. Þannig að ég held að þetta sé svona eitt af þessum atriðum sem á ekki að vera mjög tímafrekt eða, þú veist, flókið en svona þó ekki verið nema bara spyrja aðra vini og bandamenn, þú veist, hvernig eru þið að gera þetta og viljum við gera okkur breytingar þarna á, sko. Þetta er auðvitað hluta því sem að hefði verið eiginlega svona fáheyrt eða bara ekki komið upp í hugan fyrir örfá misserum síðan. Nei, alls ekki. Og Ísland og Íslands stjórnvöld beinlinis sko lögðu sér fram að gera stóra samninga við Microsoft og fleiri sem bara þeirra lausnir. Já, og var náttúrulega annars vegar liður í því að þetta bara gera okkur betri í stafrænni þjónustu. Þú veist, við ætlum bara, ég meina, Eistar hafa verið bestir með sitt svona X-Road áætlun og við höfum gert ótrúlega góður hluti í þessu hérna á Íslandi og eigum svona ennþá eftir svolítið bakendan á því til þess að ná fram, þú veist, raunverulega hagræðingu og einhvern veginn stjórnkerfi virki en þú veist, fyrir hinn almenna borgar sem á í samskiptum við ríkið þá er það orðið mikið veldra og ég mikill talsmaður þess að við bestum opinber útboð hérna á Íslandi, þú veist, ég held að við séum að sóa mörgum milljörðum á ári í skorti á útboðum og bara hvernig við gerum það. Þú veist, ég held að segja að spara gríðarlega fjármuni fyrir ríkið með því að gera þetta almennilega. Þannig að ég algjörlega talsmaður þess. Og fyrir þessum árum síðan, þú veist, þá var bara einhvern veginn, heimurinn var bara öðru sinna neyri í dag, sko. En þetta allavega eitthvað til þess að, fyrir okkur til þess að hugsa og ætti að vera á lista yfir það sem við þurfum að fara í. Og svo tökum við næsta fundum þetta á Hamver og Teams. Já, nei ég bara hrikalega ánægð að við séum komin aftur á sama stað. Það töluvert betra flæði að sitja á sama stað, segi ég, þú veist, verandi að fara, en við erum kannski með betri nettengingu þar heldur en í Ankara. En sko, ég velta aðeins fyrir mér hvort að við séum samt í raun að taka þetta nógu alvarlega og hvort að það sé innbyggt inn í okkur að vilja ekki einhvern veginn ræða bara að draga ályktanir af Grænlandsmálinu þú veist, á í raunins dramatískan hátt og hægt ég rakst á færslu frá Baldri Þórhallssyni sem nú prófessor í stjórnmálafræði, alþjóðastjórnmálum sérfræðingur í smáríkjum en hann hefur líka tjáð sig varnar- og öryggismál sem fundist hann vera herskár á stundum ef ég mann rétt þá var hann einn af þeim sem að í raun taldi bara mjög líklegt að Rússar ætla að ráðast inn í Úkraínu, þú kannski mann þetta frá þínum tíma sem utanríkisráðherra? Já, hann var mjög afdráttarlaus í aðdraganda allsherjar innrásar Rússlands í Úkraínu og opinskár með það og ég man á þeim tíma, þú veist, þá var það alveg rætt, sko,
þú veist, hversu svona afdráttarlaus hann var en ég meina og það var bara óþægilegt já, þú veist en við höfum líka öll bara einhverju hlutverki gegna sko, hlutverkin eru mjög ólíka eftir hvað stöðu þú ert, þú veist, og hann gat sagt og getur sagt hluti sem að, þú veist, hvorki ég gat sagt þá eða Þorgerður Katrín getur sagt í dag eða Kristrún eða hvað sko, eða Katrín á þeim tíma, þannig að ég meina þegar að, þú veist, ég held að svona almennt í kringum okkur síðan og þannig að þegar þú ert sjálfstæður akademikar, þú veist, að þá hafur líka hlutverki gegna sko. Og ef við drefum aðeins niður í það sem að Baldur að segja núna þá held ég að þetta sé ekki hlutir sem að ráðherra eða eitthvað myndi orða svona, hann talar í fyrsta lagi það að Dani stingi ekki höfðinu í sandin, það getur nú kannski allir tekið undir það, en svo talar hann sko eldirhella að í fyrsta lagi að dönsk stjórnvöld hafi verið undirbúið sig vegna hugsanlegar árásar Bandaríkjanna eins óhugsandi og það nú en svo segir hann saga samskipta Dana og Bandaríkjanna hefur fæst frá rómantískri ástarsögu hjúgrunarkonur sem fellur fyrir lækninum eins og þær gerast bestar í rauðu ástarsögunum yfir í að læknirinn breytist í eldirhelli þegar hann fær ekki sínu fram og þetta myndir ráðherra ekki segja nei og hann rekur sko að Bandaríkjaforseti hafi rekið mjög mikið embættismönnum sem hafa haft sérþekkingu á alþjóðamálum það er rétt og litið frammi á greiningum í aðdraganda Íransstríðsins það er rétt og talar að það með ekki sofa verðunum. Evrópa hafi hingað til náða stöðva það sem hann kallar útþenslustefnu Trumps á yfirráðasvæði Evrópuríkis og þó að tala Grænland og segir að sko Ísland hafi vissulega tekið upp nánari samstarf við Evrópuríki á sviði varnar- og öryggismála eins og Danir vegna óvissum varnir Bandaríkjanna en hann telur að það hefði þurft að ganga lengra í að uppfæra í raun okkar ógnarmat og áætlanir til að taka mið af þessu. Hann segir viðbúð að Bandaríkjaher drægis í auknumæli frá Evrópu og segir að þessu draumórar að Bandaríkjamenn muni skiptum stefnu jafnvel þó að Bandaríkjamenn skiptum forseta og tími Trumps líði. Þau munu kannski ekki vera með nákvæmlega sömu stefnu en Bandaríkin eins og við höfum, þú veist, holt og bolt þekkt þau og verið í nánu samstarfi við í heila mannsævi. Ég sammála upp á því marki að þú veist, sá tími er ekki að koma aftur í óbreyttri mynd og það er bara eitthvað sem að fólk verður bara að gjöra svo vel að melta, meðtaka og máta nýjan veruleika við. Þú veist, auðvitað veit ég ekkit frekar en einhver annar hver verður næsti forseti Bandaríkjanna úr hvaða flokki, hvers konar karakter með hvaða sögu og svo framvegis en það er algjörlega í mínum huga nokkuð ljóst að jafnvel þótt það kæmi manneskja sem væri allt annars eðlis þú veist, bæði sem svona típa og með einhverju pólitíska sín heldur en núverandi forseti Bandaríkjanna að þá er þessi tími, hann er liðinn og hann er ekki, þú veist, þetta er ekki spurning að einhvern veginn komast í gegnum þessi 2 ár og svo verður allt eins og það var. Þú veist, og ég heyri ennþá fólk halda því fram og ég held að það væri bara ágætt að reyna þess að svona leggja þeirri hugmynd sko, því það er ekki það sem er að fara að gerast. Þú veist, forseti Bandaríkjanna er birtingamynd, þú veist, ástands í Bandaríkjunum. Hann er ekki ástæðan fyrir því ástandi, skilur, hann er afleiðing af því ástandi og jafnvel þótt að kæmi allt annars konar forseti úr annari pólitískri átt, annars konar karakter og allt það, að þá mun viðkomandi ekki hafa umboð, held ég, til þess að fara aftur í bara hlutin eins og þeir voru, fyrir utan það ég held að verða bara ekki gerlegt, allavega ekki yfir eitthvað tíma og þegar fólk er að horfa á varnarsamstarf Bandaríkjanna við Evrópuríki eða leiðtoga hlutverk Bandaríkjanna í Atlantshafsbandalaginu,
það verður ekki atriði númer 1 af öllu því sem að þarf að einhvern veginn vinna úr og finna út úr og vinna tilbaka og allt þetta, hvernig sem það gerist, skilur, á þeim tíma. Þannig að því leitinu til ég sammála því að við erum ekki að fara aftur í, spólum ekki tilbaka nokkur ára eftir tíman og verðum komin á þann stað eftir ykkur missir, það er bara útiloka, En og ég held að ef hann sæti hér þá myndi hann taka undir að það sé útilokað eða mjög ólíklegt að það verði spóla alveg tilbaka, en hann gengur raun lengra. Hann segir raun það eru draumórar að halda að sá tími sé ekki komin að bandaríski skattgreiðendur munum bara ekki sætta sig við að borga í sama mæli fyrir varnir annara. Og hann bara spyr, hlusta menn ekki á það sem ráðamenn í Bandaríkjunum segja, taka menn þá ekki alvarlega, það liðin tíð að sé að senda reikningin til Washington og að Bandaríkin munu á næstunni krefjast þess að við munum í auknum mæli borga fyrir þær varnir sem að þeir veita og annara og spyr bara hvert er plan stjórnvalda. Og að því að eins og við rakið, Baldur Þórólfsson hefur sög af því að tala skýrt en líka hafa rétt fyrir sér, og ég held að sé nú bara dótið til í því að pólitíkinu í Íslandi, og við erum þar ekkert undarskilin, hefur svona bara í raun ekki verið að fjalla mikið þessa tilteknu spurningu. Við höfum verið að tala að standa okkur vel sem bandamenn og koma inn með aukin framlögu varnartengdan kostnað en þó að það hefur svona flogið fyrir að það sé verið að setja þrýsting á að koma inn með einhver bein framlög að þá hefur það ekki verið mikið í umræðinni. Nei, og ekki mikil stemming fyrir því, og ég bara kannski pínu hart að segja það, en ef að fólki finnst það vera píp að tala það að vera verðugur bandamaður, að við höfum bara að hugsa okkur sjálf og eitthvað svona, þá bara leyfi ég mér að spyrja, ef að það eru mikið að gera kröfu til okkur sjálfar að vera verðugur bandamaður, einmitt vegna alls þess sem að því fylgir, vegna þeirra skuldbindingar sem aðrir hafa gert gagnvart okkur, að þá líka bara hægt að spyrja, hvaða kröfu gerum við til okkar sjálfa sem sjálfstætt og fullvalda ríki, ekki sem verðugur bandamaður annara, heldur bara þá, ef við höfum ekki, ef það er ekki stemming fyrir því, sem að ég held alveg heilt yfir sé stemming fyrir því, ég nú ekki að segja það sé ekki þannig, en það heyrast samt þessar raddir, þá er líka hægt að spyrja bara, og hvernig gengur að vera þá bara að öllu leyti sjálfum sér nægur, brjálæðslega sjálfstæður og fullvalda, sjáum þessar hluti sjálf. Eru við á þeim stað að gera það? Alls ekki. Og þess vegna erum við, ég meina, og saga okkar byggir á því að, ég meina, við erum stofnaðarlega Atlantshafsbandalaginu, við erum með tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin. Í alla þessa áratugi, frá upphafi, höfum við verið ein, ólíkt öllum öðrum NATO-ríkjum, ekki á lista yfir ríkin það sem farið yfir hversu miklu þau verja í varnarmál. Og við erum við það viðurkennt enn sem komið og ég veit ekki marga sem eru umverulega að gera okkur að kröfu okkur að stofna einn her til dæmis, svo umræða svona poppar upp reglulega. Það er eiginlega bara engin raunverulegur þungi á bakvið það, en það er vaxandi þungi á bakvið það að við þurfum að gera meira og fólk má setja það undir þann hatt að vera verðugur bandamaður í þágu samstarfs sem er á báða bóa, þar sem við erum að þykja meira en við erum að leggja inn, og það má líka bara spyrja ef það er ekki aðalatrið, í hvað stöðu eru við þá raunverulega hér til þess að standast þrýsting, krísur, breytingar, spennu, skemmdaverk, ýmiss konar hluti, vegna þess að eins og við höfum fjallað að þá er 5. greinin, þröskuldurinn þar er hár, tvíhliða varnarsamningurinn við Bandaríkin, hann er líka afmarkaður og það eru alls konar atriði sem að enginn er að fara að gera fyrir okkur, sjáum fyrir okkur, vinna fyrir okkur, borga fyrir okkur og sinna, nema við sjálf. Þannig að það væri mjög æskilegt í mínum huga að við myndum allavega saminast það, vinna í því,
framkvæma það, kosta það og vera sammála að það sé eitthvað sem að sjálfstætt og fullvalda ríki gerir þá kröfu til sjálfsíns til þess að tryggja öryggi sitt og viðnámsþrótt og getur til þess að halda áfram þeim svona lífsgæðum og lífsháttum sem að byggja undir, eða þess að þá þætti sem byggja undir lífsgæði og lífskjör og öryggi okkar hér og það bara verk að vinna og mér finnst bara að fara ótrúlega lítið fyrir þeirra umræðu sko. Og mikilvægt að taka fram að þá erum við ekki að leggja þá hugsun í það að nokkurt ríki af okkar stærð eða bara meðalstótt ríki geti varið sér eitt og sér. Nei, það dettur það engum í hug eins og þú oft nefnt að jável þó að Ísland myndi verja 80% af landsframleiðslu í varnir að þá gætu það samt ekki. Fyrir utan það þú getur ekki keyrt sér áfram sem fullvalda sjálfstætt ríki ef við settu 80% af landsframleiðslu sinni í varnarmál. og til að halda því til haga þá tekur Baldur það alveg fram að það sé algjörlega óraunsætt að einhver geti staðið einn og óstöddur undir útgjöldum til að tryggja alfarið öryggisinn og varnir. Þú veist, við erum bara á fá, við höfum takmarkaðan auð, stærri landsins, yfiráðsvæði og svo framvegis. Þannig að þetta er alltaf unnið í bandalegi en hann spyr sko og segir ein leið er greið ef að við viljum fara bil beggja að þá liggur fyrir að Frakkland, Þýskaland, Norðurlöndin, mörg önnur Evrópuríki virðast vera tilbúin til að taka boltan að einhverju leyti. Þau hafa þetta sýnt alveg frá 2006 eftir að Bandaríkjamenn fóru með loftrýmisgæsluna, var komið hér á eigin kostnað og verið að sinna loftrýmisgæslu yfir Íslandi og það hefur verið gerði núna margir tvíhliða samningar við góða bandamenn innan NATO en hann er kannski svolítið að pota, þú veist, er þetta planið á að segja okkur frá því ef að þetta er planið að ekki bara treyst á Bandaríkin heldur líka á varnir bandamenn okkar innan Evrópu, þú veist, á að gera það á eitthvað svona skipulegri hátt eða er þetta bara eitthvað svona þróun sem núna hefur átt sér stað þá í 20 ár síðan 2006 eða á að bindum það eitthvað fastari böndum og ég get ekki alveg svarað í en í varnarstefnu sem við settum fram til þess að reyna að gera svona drög að svari til Baldurs og annara sem að velta þessi fyrir sér að þá sögðum við að hagsmunum Íslands er best borgið með því að undirstrika að aðildina NATO og varnarsamningurum við Bandaríkin eru áfram hotsteinar en út af stöðunni heiminum, út af breyttri stöðu heiminum að þá er það líka þjóðarhagsmunir að vinna með bandamönnum okkar innan Evrópu koma fram og undirstrika í raun þakklæti fyrir þeirra hlut og vera verðugu bandamaður með að byggja upp gistiríkisaðstöð í Keflavík og svo framvegis en kannski þarf að ræða þessi varnar og öryggismál meira í þessu svona stærra samhengi og bara svo þróun sem við vorum að lýsa varðandi undirbúning Evrópu í að axla meiri ábyrgð innan NATO, styrkja Evrópustóðina, taka meiri forystu þar á ýmsum sviðum og byrja hvert á hlutverk Íslands að vera þar. Já, ég meina hvar ætlum við að vera raunverulegir þáttakendur og það er svo mikil gerjun og mér finnst einhvern veginn, þú veist, ég sé mjög lítið það í innlendum miðlum en það eru alls konar svona samstarf sem að þú veist, er verið að byggja upp, er að eiga sér stað og sumt að því og í sumum þeirra er Ísland sannarlega sko þáttakandi en það fer ekkert mikið fyrir því í umræðinni en þú veist, ég er bara alltaf glöð að ef að Ísland er á lista yfir ríki sem er einhvern veginn að taka höndum saman eitthvað ákveðið, þá er ég bara fegin að Ísland er þar og ég spyr mér alltaf spurninga að það er ekki, að þeir stundum er til dæmis öll Norðurlöndin en hvort sem að það er, þú veist, á hafsvæði, þú veist, norður, slóða, svona mengi, sömuleiðis við höfum við rætt, þú veist, það að Kanada sem er 100 sinnum fjölmennari við, annars stærsta land í veröldinni, er að tengja sig og þétta ræðirnar, þú veist, með Evrópulöndum og í gegnum Evrópusambandið, þú veist, pólitískt, efnaðslega, varnarlega, út frá öryggismálum og svo framvegis. Að þú veist, ég meina, mér finnst þessi spurning frá honum Baldri bara mjög viðeigandi, sko, og við kannski
að sumu leyti eins og við eigum til að gera þá, þú veist, erum við að svona gera alls konar án þess endilega, þú veist, setja það í ykkur stefnu eða jafnvel hafa hátt það, sko. Og oft það allt í lagi, þú veist, það oft meira svona í gangi bara sem að, á þess að það sé alltaf sett fram, en þú veist, ég held að væri alveg hollt ef að fleiri svona landsmenn eða hagsmunaaðilar, jafnvel meira segja bara fólk í atvinnulífinu sem hefur bara mikla hagsmuna því að það sé viðnámsþróttur á Íslandi, að aðfangakeðjur rofni ekki, að útflutningur haldi, að þú veist, skipin kom í höfn, að alls konar svona hlutir, sko, að jafnvel fjarskipti, orka. Já, að jafnvel atvinnulífi sjálft sé að ýmist að vinna tillögur að eitthvað sem ætti að vera í stefnu eða spyrja spurninga eða svona veita stjórnkerfinu aðhaldi því, þú veist, erum við með hlutin undir kontról eða eitthvað sem við þurfum að vera að gera, þú veist, getum við orðið að liði og ég segi alveg, ég meina mér finnst að vera að fara vaxandi, ég meina samtöku iðnaðarins til dæmis, þú veist, eru með aukinn fókus á þessi mál og mér finnst það gott og það kannski, þú veist, já, ég meina snýrað svona ákveðnum þáttum en bara svona heilt yfir að þá það auðvitað bara mikið grundvallarmál fyrir Íslands samfélag að við séum, þú veist, meðvituð, að við séum með þær upplýsingar sem við þurfum að hafa, að við getum verið í samtali hvað eigum að vera að gera, hvað þurfum við að gera, þú veist, hver tímalínan, í hvað röðu viljum við gera það, hvað kostar það, ætlum við að, þú veist, forgasaða fyrir því, ætlum við að hætta ykkur til þess að eiga fyrir því, ætlum við að setja ykkur mannafla í ykkur verkefni sem eru kannski mikilvægri heldur en ýmis verkefni sem við erum að sinna í dag, þú veist, þetta er svona, mér finnst þetta stundum svolítið svona ýmis kannski tilviljanakent eða bara, þú veist, það einhver sem tekur upp bolta og ræðir eitthvað en mér finnst við þurfa, þú veist, ég er ekki að gera kröfum að við séum finnar, þú veist, við eigum brosla langt í land með það, en getum við verið aðeins meiri finnar. Getum við bara verið aðeins meiri finnar í að svona horfa á svona whole of society approach einhvern veginn, þú veist, svona heildstæða samfélagslega nálgun á það, þú veist, hvað er sterkt, hverjir eru veikleikarnir, hver er verkefnalistin, hvað er raunhæft, þú veist, hver er tímalínan, í hvað röð og aftur, það má alveg ef það hendar okkar, ef það hendar landsmönnum betur einhvern veginn ef við ræðum það bara hvað er gott fyrir okkur. Þú veist, og ég vil alltaf halda því fram að, þú veist, það að vera verðugur bandamaður, það að vera með framlag, það að mæta í vinnuna í útlöndum, það að sinna fundunum, það að sinna tengslunum, er það sem er okkur fyrir bestu, af því það er þannig, en ef að það einhvern veginn hjálpar umræðinni að horfa bara meira inn á við, þá komumst við líka alveg langt á því, sko. Og það væri, mér finnst svona, ég held að væri heilbrigt fyrir okkur, af því við viljum ekki einhvern veginn lendi því að vera komin í einhverja krísu og einhverja stöðu, annarkvort beint eða óbeint, þú veist, ef það verður krísi kringum okkur sem hefur bein áhrif á okkur, skilur, þótt við séum ekki sjálf í þeirri krísu, að þá fyrir við einhvern veginn að ræða þetta allt, sko, þegar þetta, þú veist, þetta er meðgöngutími. Við hljótum að geta sett okkur í spor Grænlendinga, maður hefði haldið það. Taka svona augljósdæmi og ég staldra alltaf aftur við þetta þegar við komum að þessu í umræðunni að við þurfum svolítið líka bara að horfast í augu við að okkar saga, svona pólitíska saga í varnarmálum einkennist af ákveðinni leyndarhyggju. Já. Þú veist, við sko göngum í NATO, kannanir frá þeim tíma sína að bara stór meirihluti þjóðarinnar var á móti því. Við gerum varnarsamningu við Bandaríkin að vori, hann er ekki lagð og Bandaríkjamenn koma 2 dögum seinna til Íslands. Hann er ekki lagður fyrir alþingi fyrir haustið eftir að þeir eru í raun komnir. Við erum eina fá þjóð. Það var ekki þingastörf. Nei, akkurat, sko. Og allir bara taka mútið lömbum og allt það, sko. Ég geri ekki lítið úr því en samt og við erum ekki að birta ógnarmat. Við erum ekki einhvern veginn, við þurfum bara að mínu mati já, við þurfum bara að því að ég held að sé verið að hugsa ýmsa skynsamlega hluti, það er verið að vinna að ýmsu og skýrslan sem var gerð í þinni ráðherratíð ef ég man rétt bara svona yfirlit yfir hvað við erum að gera í þessum öryggis- og varnarmálum, það var mörgum sem bara brá vegna þess að fólk áttaði sig bara ekkert á því, þannig að það er ekki þannig að það sé ekki verið að gera neitt eða hugsa neitt, ég held að við þurfum bara að vera opnari og eiga umræðu okkar hlutverk í þessu og hvernig við sinnum því best. Og líka á þessum tímapunkti vegna þess að
þú veist, og ég er ekki að réttlæta hvað hefði betur mátt fara á síðasta kjörtímabili eða hvað sko, en þú veist, núna er 2026, þú veist, stríðið búið að vara í 4,5 ár. Þú veist, Trump búin að vera Bandaríkjaforseti í þó þennan tíma. Þú veist, það er annar veruleiki núna en var árið 2022, 2023, 2024. Og til viðbótar að þá er ríkisstjórnin samsett með öðrum hætti en hún var þá. Þú veist, og aftur ég er ekki að reyna að réttlæta nokkuð skapaðan hlut, ég bara segja, þú veist, það var ákveðin veruleiki líka þá, það var Þú ert að segja, það er auðveldar að tala þessa hluti núna, það er auðveldar að setja upp á borðið, það er auðveldar að ræða Ríkisstjórnin er ekki leita flokki sem vill ekki vera í NATO, sko. Það var þannig, þú veist. Allt Alþingi stóð á bak við öryggis- og varnarmálastefnun á endanum, sem var bara mikill styrkur, en þar eru fræ og leiðarljós í þessa átt, að mínu mati. Við hefðum hugsanlega átt að leggja ríkar áherslu á þessa opnun og þetta gagnsæi, en það vil leita svona meira og meira á mig eftir því sem að viðræðum þessi mál meira hér. En það er annað sem að leitar dálítið á mig sem er svona eitthvað skipuleg leið til að hugsa þetta og það eru kenningar sem að Baldur Þórhallsson, þegar við vorum að nefna hann áðan, og Alþjóðamálastofnun hefur verið að vinna svolítið með í þessum smáríkjafræðum sem að er svoköldu skjólkenning að minni ríki, kannski myndi Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, segja að það ætti líka við millistóríki, en allavega minni ríki að þau þurfi ytra skjól til að draga úr líkum á áföllum og hvernig að mæta áföllum og til að vinna endurreisninni eftir að áföll verða. Og þetta þarf ekki að vera hernaðarlegt, þetta getur líka bara verið af öðrum toga, þetta getur verið efnahagslega áföll, samfélagslega áföll, jafnvel náttúruvá á einhverju leiti en í varnar og pólitísku vittinni, þú veist, ef maður hugsar þetta, hvar höfum við skjól sem smáríki, að þá er það þessir hornsteinar, NATO og Bandaríkin, en við erum með þau svolítið í einni körfu. Þangað til kannski eftir 2006 þegar Bandaríkin fara og aðrir koma svona aðeins meira inn. Við erum í ýmsum svona samstarfsverkefnum og ég ætla alls ekki að gera lítið úr þeim, en ég held við getum ekki haldið fram að við höfum sett fram einhverjum svona heildarhugsun einhvern veginn hvernig, veist, ef þetta væri orkufyrirtæki eða sveitafélag myndi ég tala áhættustýringu eða í raun viðbragðsáætlun almannavarna, þar sem við erum að reyna að átta okkur á því hvað getur komið upp, og eins og Dani myndi segja okkur, ef að Bandaríkin myndi beita okkur þrýstingi, byrju hver ætla þá að standa með okkur, og þá er ekki að tala að það sé að fara að koma til hernaðar, heldur bara raunverulegum miklum pólitískum þrýstingi af einhverjum toga og það skilji bara svona eftir svolítið hangandi, en sko dæmin eru bara allt í kringum okkur. Við erum búin að vera að rekja hérna skýrslur fjölþáttaógnir, eins og bara netárásir, eins og hugsalega skemmdir á fjarskiptastrengjum milli landa sem hafa aukist hvað sögðum við, 256% milli árana 2024-2025 og bara af hálfu Rússa í Evrópu og hjá bandamönnum. Hvar eru helstu samstarfsaðilar þarna? Það er Europol, það er lögreglulið annarra landa, það eru bandamenn okkar á Norðurlöndum, en fyrst og fremst kannski Evrópusambandið og svo auðvitað NATO, en svona þarf eiginlega bara að setja upp á borðið og kortleggja, og svarið er ekki alltaf Bandaríkin og NATO, heldur á miklu breiðara sviði vegna þess að ógnirnar eru svo miklu fjölbreyttari núna. Já, og stór hluti þeirra ógna sem að blasa við okkur nú og þeirra svona aðferðafræði sem að til að mynda, og sérstaklega fyrst og fremst Rússar eru að beita, eru einmitt á þessu gráasvæði. Þú veist, þar eru flestar þeirra eru undir þröskuldi 5. greinar og aðrar eru, má síðan deila sko, getur ykkur svaraði hvar línan er? Getur ykkur sagt hversu hár er þröskuldurinn til að virka 5. grein? Veist, það er ekki tækt að skrifa það út, af því það er á endanum eitthvað pólitískt mat, sko. Þannig að, þú veist, og hérna, við ætlum að ræðum það í þætti síðar, en
mér nú máli skilt. Já. Og þá var Varða sem við höfum nú reglulega fjalla hér og bæði þær skýrslur og efni og viðburði sem að þau hafa verið að halda, að þá vorum við að gefa út tímarit Vörðu. Fyrsta útgáfa. Og fallegu prentgripur. Fallegu prentgripur og áður en að ég ætla nú að nefna það sem ég ætla að lesa upp úr þessu, að þá Kristinn Árni Lár Róbertsson er ritstjóri tímarits Vörðu og sinnir þessu starfi, í fullu starfi þessar hugveitu og allar þessar vinnu í Vörðu, en gestaritstjóri fyrstu útgáfu er ég. Já. En þetta er nefnilega fallegt prent og það er hægt að nálgast þetta bæði bara á skrifstofu Vörðu, en það er hægt að kaupa eintak á salka.is og við skrifum hérna í inngangi, þá segjum við með útgáfu sem þessari gerð tilraun til að hægja ögn á hraða skoðanaskipta í því skyni að koma dýpri og yfirgripsmeiri þekkingu á framfæri og leyfa umræðinu þannig að þroskast betur heldur en með snöggsóðnum yfirlýsingum og yfirborðskendum átökum á samfélagsmiðlum þar sem reiknir eitt stjórna takti umræðunar. Tímasetningi skiptir máli. Frá því Ísland var lýðveldi hafa þjóðaröryggismál verið nánast ósýnileg í opinberu umræðu fyrir utan átökin aðild okkar að Atlantshafsbandalaginu. Þessi þögn þjóðaröryggismál hefur þó ekki stafað sinnuleysi heldur að þeirri þægilegu staðreynd að á lýðveldistímanum öllum hefur ríkt sátt og stöðuleiki kringu þá fullvissu að engin raunveruleg utanaðkomandi ógn gæti steðja Íslandi. Við höfum lifað tíma þar sem frjálslynd lýðræðisríki Vesturlanda hafa verið bundið fastmælum að standa saman, að venda hvert annað á grundvelli virðingar fyrir stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og svo segjum við með öðrum orðum að þetta sé nú breytt og að uppséu komnir tímar þar sem ýmsar forsendur sjálfstæðis og fullveldis friðsamra ríkja virðast vera veikjast. Þessar breytingar gefa ekki bara tilefni til að Íslendingar fara að taka öryggis- og varnarmál alvarlegar, en nokkur sinni fyrr þær krefjast þess. Og þannig eru þið að fókusera núna á hugtaki verðu bandamaður. Já. Sem við nú aðeins komið inn á í þessum þætti og ég hlakka til að lesa þessar greinar. Þetta er áhugaverður og breiður hópur höfunda. Við erum hérna með utanríkisráðherra sem er með grein í blaðinu, tímaritinu, og svo er Björn Bjarnason með ótrúlega áhugaverða grein sem er nú alveg líka efni, ekki það ég ætla að bíða með að fara í þetta, en bara því við erum að tala um þessa hluti, það sem að fyrirsögnin heiti greinarinn í honum er frá tregum til verðugs bandamanns. Og hann er að fara svona alveg yfir, söguna, deilurnar, hlutleysið, aðild okkar á NATO, deilurnar þá, mismunandi ríkisstjórnarsamstörf og hvernig þau beittu sér og unnu í þessu. Og hann er með bara að lesa kannski aðeins í loka orðin. Þetta hlaðvarp hefur breytt mér svo mikið grúskara að ég orðið svo gaman að það er svo hollt að vera grúskari að kafa í einmitt hvernig þessar hugmyndir okkar hafa breyst, þannig að ég er bara mjög spenntur að lesa. Og lokarinn hans Björns Bjarnasonar eru verðugu bandamaður reisir ekki þáttöku sína eingöngu yfirlýsingum, ályktunum eða hátíðaræðum. Hann verður að sýna, skýra ábyrgð með öflugum stofnunum og getu til að framkoma það sem ákveðið hefur verið. Þar liggur stærsta verkefni íslenska stjórnvalda á þessu sviði á komandi árum. Ísland hefur á langri leið færst úr stöðu treksbandamanns. Markmið næstu ára verður að standa undir þeim kröfum sem gerðar eru til verðugs bandamanns. En ástæðan fyrir að ég ætla að nefna þetta var að Garðar Forberg, og ég mun vilja fara nánar í greinina hans sem er frábær, þar sem hann er einmitt að tala skilin milli hefðbundis hernaðar og þess sem kallað er fjölþáttahernaður, eða hybrid warfare, hafa orðið sífellt óljósari. Fyrir mörg ríki er orðið erfiðar en áður að skilgreina hvað telst hernaður, hvað telst skemmdarverk, hvað fellur undir njósnir og hvað heyrir undir hefðbundna löggæslu. Og þetta er svona, kjarnar ágætlega það sem við erum hér að fjalla og er þar að leiðandi ekki bara hægt að segja við erum í NATO, við erum í tvíhliða varnarsamning, við erum bara góð, við þurfum ekki að gera neitt Því að það er allt þetta sem er þarna undir, það sem við annars við bara vitum að er undir 5. grein, er ekki hluti af tvíhliða varnarsamningi og er bara eitthvað sem við þurfum að sinna. Og svo það að þeir sem að vilja, og maður nefnir bara Rússland sem augljósasta dæmi í því, þeim líður vel að vera á þessu gráa svæði og helst einhvern veginn sem mér finnst við hafa svolítið gert að svona fara að normalisera hluti og jafnvel flokkar hluti sem einhvern veginn fjölþáttaógn sem í mínum huga er bara hernaður
en við svona normaliserum einhvern veginn og færum línun svolítið sjálf, þú veist, og það þýðir að, þú veist, þar með fellur það ekki með augljósum hættu undir 5. grein og það er ekki endilega andlag tvíhliða varnarsamnings við Bandaríkin, sko, og hvað þá? Hvar er þá planið? Nei, nákvæmlega og hérna til þess að afturfara í sko smáríkin og skjólkenninguna að þá, þú veist, eru þessi lög í þessum varnar og öryggis hlutum, en svo erum við með efnahagslegu vítina og þar koma tollastríðin og þar koma í raun þarf ekki að vera tollastríð, það getur bara verið efnahagslegt áfall eins og við þekkjum bara úr hruninu. Og samspil fjölþáttaógna og efnahagslegra áfalla. Nákvæmlega. Skilurðu, hver eru viðbrögð? Þú veist, hver er staða ríkja ef það verður einhver fjölþáttaógn sem leiðir af sér efnahagslegt áfall eða þannig breytingar þar hafa raunverulega áhrif á, þú veist, hagkerfi okkar eða efnahagslíf, þú veist, út frá viðnámsstróti, út frá tengingum og svo framvegis. Og bara virðiskeðjum, ef þú getur ekki fengið olíu eða ef þú getur ekki fengið áburð eða ef þú getur ekki fengið örflögur plast. Til að gera það sem að þú vilt og svo er þriðja vítin þá þessi svona samfélagslega vít sem getur bara verið aðgangur á menntun og rannsóknum, frjáls för fólks, bara opin landamæri og svo framvegis. Og skautun, ég myndi að segja svona, þú veist, samfélagslega vítin í því bara pólitískur veruleiki og svona samtal og polarisering og slíki þættir sem eru auðvitað þar sem aftur, ég meina mönnum gengur bara mjög vel að sjá til þess einhvern veginn að svona frjálslynd vestræn lýðræðisríki séu jafnvel að grafa undan sjálfum sér vegna, má segja árása, þú veist, á þau með þessum hætti sem að náttúrulega kostar aura samanborið við einhvern beinan hernað og við höfum einhvern veginn ekki tól til að bregðast við og jafnvel bara viðurkennum ekki eða áttum okkur ekki jafnvel á því, sko eða áttum okkur á því bara þegar það er seinan, þú veist, ég meina hver ætlar að halda því fram að það sé ekki búið að vinna strategist og markvist að þessu leiti inn í hvort sem það eru Bandaríkin, Bretland, önnur Evrópuríki með mjög góðum árangri, sko og hérna, þannig að þú veist, það er líka stór þáttur í þessu og því miður, þá bara hefur mönnum gengið mjög vel. Og það er auðvitað líka, þú veist, ég meina það er, má segja að það sé jarðvegur fyrir suma þessu og þeir leita og testa og svo finna þeir eitthvað sem nær flugi og þá vinna þeir í því. Þú veist, það er bara mjög þekkt aðferð. Það er nóg að taka. Við erum í þessum þætti að við svona aðeins reynum að ramma inn, við erum fjölluðum það sem í handbolta myndi kalla seinni bylgjan, varðandi NATO-fundin og nýja frétti Wall Street Journal hvernig á undanförnu ári hefur gliðnað milli Bandaríkjanna og Evrópu innan NATO. Við ræddum aftur grænlandsgreinina, þessa merkilegu grein úr The New Yorker sem sýnir að þetta er ekki bara eitthvað svona samfélagsmiðlamál, heldur mál sem hefur verið unni markvisst með aðkomu mjög margar ráðuneyta í Bandaríkjunum árum saman, alveg frá fyrra kjörtímabili Trump og er alls ekki sögun eins og bara hans nýjustu yfirlýsingar benda til. Við röktum í raun mjög hvassan pistil, hann var eiginlega hvassari þegar ég las hann svona upp heldur en þegar ég las hann í hljóði á netinu frá Baldur Þórðarsyni prófessor og stjórnmálafræðingi Danmörku, Ísland, hvað planið er varðandi varnarmál og aðeins rifjuðum upp skjólkenninguna smáríki og létum vita því að við ætlum að fjallum tímarit vörðu þjóðaröryggi á næstunni. Og áður en við ljúkum þessu þættu og áður en við skiljum við þannig sem kannski ekki taka marga þætti í þessa ágætu grein, mjög góðu grein að þá finnst mér nú við þurfa að nefna aftur að hún eigi síðasta orðið og við vonum að fólk lesa hana og við settum hana sem link undir síðasta þátt 13. þátt, þar sem fólk getur fundið slóðina á þessa grein og þar sem að Tom Dance sem er skipaður formaður Norðurslóða Arctic Research Commission, ég veit ekki hvað íslenska heiti væri, Norðurslóða rannsóknar nefnd það sem að hann nefndi sérstaklega að hans skoðun væri nú að Bandaríkin gætu tekið allan fisk Grænlands sem að Grænland væri að framleiða
til þess að taka út millimannin sem að græðir á þeim viðskiptum og halda öllum þessum sjávarafurðum frá Kína og það væri hægt að færa aftur til Bandaríkjanna all you can eat shrimp at Red Lobster og mér veist bara ég meina þetta er hans orð ekki mín og þú veist það er hægt að ég hef hamrað á því all nokkur ára alþjóðlega viðurkennd landamæri og lögsaga sé eitthvað sem við eigum mikið undir að haldi og mér finnst bara ágætt að og yfirráð yfir auðlindum og svona í hvað stöðu eru grænlendingar ef að ykkur hátsettur ágætur maður sem fer fyrir þessari nefnd finnst nú bara blasa við að það er bara að taka allan fiskinn sko og henda þeim á all you can eat á Red Lobster það væri ágætt þannig að það er allavega ýmislegt svona að gerjast og ýmislegt að breytast og ég held að sé æri tilefni til þess að svona hugsa það fyrir okkur hér Eða hvað sögðum við ekki og höfðum eftir Mark Carney hið nýja sjálfstæði er að standa strísting Yes Takk fyrir í dag Takk